Þetta eru naglar, herþjálfun, vopnaðir. Þetta eru engin vettlingatök. Canon EOS 5D Mark II, já það var vélinn okkar í Borgaríki og vorum með 2 svoleiðis. Og ég verð að viðurkenna að ég hafði mínar efasemdir til þess að byrja með. En við keyptum 1 body, testuðum mjög vel áður en við byrjuðum. Hún varð fyrir valinu kannski sérstaklega út af stærðinni og þunna fókus sem kemur út úr henni. Við erum staddir hérna í Studio List, þar sem við erum að kenna hérna kvikmyndagerð og leiklist og byrjuðum á þessu í haust, tökum hingað til okkar atvinnulaus ungmenni og erum með þið hérna í 2 til 3 mánaða námskeið og við notum svona græjur. Já, þetta er náttúrulega bara svona vél sem er mikið notuð í þessum bransa fram og tilbaka og það sem maður hefur séð að koma út úr þessu, bara gæðin á þessu. Hvernig litirnir eru, dýftin í þessu öllu saman, þetta er svo ofboðslega flott. Ég myndi segja þess að vélar væru bylting fyrir kvikmyndagerð að því leyti að það er bæði að skjóta heilu prógrömmin bara á þessar vélar. Við erum með, svo við gerum í Skaupinu, vorum með 3, jafnvel stundum 4 og stundum 5 vélar í einu og skjóta heila senur þannig. En svo er líka að gera þetta þannig að maður er með stærri hefðbundnu vélarnar sem að kannski mann tekur aðalatriðin með en bætir og laumar þessum vélum með og síðan litalegir þetta með það og lagar efni þannig að þau passi saman og þær passa ansi hreint vel saman við mikið af þessum vélum sem er verið að nota í dag eins og Red og fleiri vélar. Þannig að ég myndi segja já að þetta væri mikil bylting. Já, stærsti munurinn á Canon EOS-vélinni og öðrum vélum sem ég tekið upp á er hvað vélin er lítil og líka hvað hún er ódýr. Þetta þýðir að maður getur tekið upp á margar vélar í einu í staðinn fyrir að vera að leigja eina dýra vél, getur verið með 4. Þú getur komið þeim fyrir á stöðum þar sem þú hefðir ekki komið fyrir stærri vélum. Til dæmis eins og myndum í bílariki, þú ert að taka upp senu sem gerist í bíl og þú getur fest á bílinn á mjög auðveldan hátt 4 vélar. Þannig í staðinn fyrir að keyra 4 mismunandi ferðir að þá færðu allt í einni tökku. Annar stórkostur er hvað vélin er ljósnæm og við hefum notað vélina alveg upp í 6.000 assa, 6.400 assa sem þýðir að við mjög slæmar aðstæður ertu bara með fína mynd og þú getur meira segja á 2.500 assa verið að taka myndir í borgarumhverfi alveg án ljósa. Ljósastaurarnir virka bara fínt og það sparar alveg feikilega í atriðum sem eiga að gerast úti í borgum nótt að geta bara nota það ljós sem fellur til. Það er ekkert voðalega þægilegt að skjóta heila bíómynd svona. Þannig að við byrjum að byggja hana upp, ekki alveg svona kannski flókið. Við notum shoulder mount kit. Eftir að við vorum búin að straumlínulaga hana þannig að gera hana þægilegri til þess að vinna fyrir kvikmyndatöku, ekki ljósmyndin, þá var hann alveg frábær. Trú indie anda þá ákvaðum við Gunnar Heiðar, ég var náttúrulega einn að skjóta Borgaríki. Við notuðum engin hefðbundin kvikmyndaljós. Okkar ljósapakki rúmaðist fyrir í 2 IKEA-bóksum. Svo vorum við einfaldlega að auka í styrk í venjulegum ljósastæðum. Og Canonin handlaði þetta mjög vel. Fyrir mig er þetta, að fara út að mynda, er þetta ekki kannski það mikið breyting að taka ljósmyndir, nema bara gæðin eru mjög mikil með 5-unni. En það er frábært að hafa þennan möguleika að geta alltaf stokkið yfir í vídeóið. Af því að við vinnum svo mikið með vefinn líka. Og ljósmyndarnir í dag þurfa yfirleitt að skila af sér efni á vefinn líka. Og sumt nýtist bara betur sem vídeó en ljósmynd. Með EOS-vélinni sem býður upp á vídeó, HD, þá vorum við bæði að geta tekið ljósmyndir eins og við höfum alltaf gert og vídeó fyrir MBL sjónvarp. Og það er bara munar mjög miklu að vera með einn mann sem getur gert báða hluti.
Ef ég kem til dæmis á einhvern vettvang, segjum einhvern brunavettvang, þá byrja ég þess vegna að skjóta nokkrum ljósmyndum og síðan ég náttúrulega með sömu greiðina, tek hann aðeins frá mér, skýt vídeó, 2 pakka fyrir blaðið, hún afgræði fyrir Morgunblaðið, ljósmyndir og fyrir MBL sjónvarp. Já, hún nýttist mjög vel í HM í Svíþjóð og bæði sem náttúrulega ljósmyndavél og svo sem vídeóvél. Ég náttúrulega myndaði leikinn allt til enda og þurfti svo að vera kannski komin eitthvað allt annað í þessum íþróttahöllum til þess að taka viðtal við leikmennina. Og það var náttúrulega mjög heppilegt að hafa bara sömu vélina í það og með einu takka að geta skipt yfir í vídeóið. Og ég myndi segja að við höfum kannski tekið að meðaltali 6-7 viðtöl eftir hvert leik og ég hugsa að 10 mínútum eftir viðtölum þá voru þau komin á vísi. 10 mínútur korter eftir öll viðtölum þá hefðu við getað sett öll á netið. Þetta er önnur hugsun, maður er alltaf að hugsa líka í klippum, sko, þú veist, þannig að þetta er náttúrulega orðið annað núna heldur en þetta var áður hugsa maður bara í römmum og kannski í ljósmynduninni. Nú þarf maður að hugsa bæði ljósmyndunina og svo vídeóið og í sambandi við klipp, hvernig sé þetta að klippa þetta saman, þannig að og það er mikið breyting líka að vera með þessar fínu linsur, þessar víðu linsur og full-frame vél, þannig að það hefur bara sýnt sig í kannski aðstæðum sem maður er í flugvélum og svona þá nær maður miklu flottari skotum heldur með þessar stóru vélar sem hérna á öxlinni. Þá er miklu minni fyrirferð í þessu og það er bara miklu skemmtilegri vinkla með svona græði heldur með þessu stóru. Já, ég hef til dæmis góða reynslu á því ef ég færi til dæmis þar sem eru verið mikill eldur einhvers staðar eða lögreglan í umferðarteki, þá er þessi vél og vídeó bara að sanna sig mjög vel á 6400 þessum stillingu. Það sést bara varla hvað. Hún er að vera með henni miklu hærri aðsatölu heldur en það var í svona gömlu vélum. Það eru allir í ljósmyndarni okkur konum með svona vélar og geta allir farið út í verkefni sem beður að taka bæði í vídeó og ljósmyndir. Það gengur bara mjög vel. Sko, við notum Canon í Magalus sem er 10 þátta sería og eru á fullri lengd eða allt í allt einhverja 240 mínútur í sýningu. Og þetta var mánaðar tímabil í tökum og hefði í rauninni tekið miklu lengri tíma ef við hefðum verið með eitthvað annað en Canon. Með því að nota Canon-vélarnar þá gátum við verið að skjóta 3 vélar í einu og klára senur, sérstaklega samtalssenur, á mjög fljótan hátt og líka það þurfti ekki að taka aftur og leikarnir þurfti ekki að muna nákvæmlega hvað við vorum að segja, þannig að við gátum líka aðeins improvisera. Helsti kosturinn er bara svona eins og við notum sérstaklega eins og í skaupinu. Það sem við gátum sko verið með margar vélar í gangi inn í ofboðslega litlum tökustöðum og svona leyft fólki að taka meiri sénsa í tökunni og þá erum við það vel coverðar ef það gerðist og ef það smelti brandarann og þá gátum við þá áttum við það bara komið úr nokkrum áttum tilbúið í staði fyrir að það ok, nú erum við að ná þessu aftur nákvæmlega eins og þið gerði þetta síðast upp á klippinguna og þá var það oft það sem að svona kannski nýttist okkur rosalega vel þar og það var líka prógram sem var mjög hratt og líka þar gekk svolítið mikið út að eiga nógu mikið efni til þess að geta valið og hafnað. Þessi brandar er ekki fyndinn, þá getur við hent honum bara, þú veist. Þá getur maður kannski gefið sér meiri tíma í að leggja senuna, æfa með leikárunum, stilla ljósin, græja allt og svo bara 2-3 reynsli í gegn og þá er komið. Maður er mjög fljótur að setja upp í ramma og til dæmis þegar maður er vanur að vera með svona stóra myndavéla með jafnvel stórum linsum í ofanálag þá er þetta mjög þungt og það er erfitt að koma þessu fyrir á hinu þessar staði sem maður vill ná og með þessum litlu vélum þá náttúrulega er maður að ná á sko, mjög flottum römmum, mjög hratt og einfaldan hátt. Þannig að ég myndi segja svona að það væri svona helsti kostur þessar véla, hversu létt og einfalt það er að ná í þessa fallegu vinkla. Sko. Það kom mér svolítið óvart þegar ég fekk 5D-efni og fór að vinna með það að þegar maður byrjaði aðeins að vesenast með það þá að því að þetta er í það þjöppuðu formi þá kom það kannski óvart að maður hafði í rauninni miklu meira svigrúm heldur en ég hefði haldið af því að þetta er mikil þjöppun sem er í myndavélinni og leiðum að fór að vinna með það dýpra þegar maður fór að litgreina og nota það í svona litgreiningaforritum og þá hafði maður allt í henni miklu meiri stjórn heldur en maður hefði trúað fyrir svona skráastæl. Að eftirvinna Canon-efni
maður lærir inn á það eins og allt annað með efni, aðrar myndavélar, reddvélar eða hvað sem er. En það er náttúrulega bara komin svo mikið reynsla núna. Það er það hátt hlutfall unnið á Canon af auglýsingum, af bíómyndum, heimildamyndum, að ég hugsa að það sé örugglega vel yfir helmingur, ef ekki meira, sem er unnið, öll eftirvinnsla sem er unnið hér, er Canon hráefni. Alveg frá byrjun höfum við notað Canon-vélarnar við upptökur á nýju útliti fyrir Skjá 1. Og í fyrstu notuðum við Canon-vélarnar svona bara í nærmyndatökur og í milliskilti og svona þegar var verið að klippa og hárgreiðslan og eitthvað svona sem við vildum ná svona fallegum nærmyndum og með mikla fókusdýpt. Og þetta var bara 2009, byrjun 2009 og 5D-vélin var nýkomin út. Og það tók okkur svona 1 ár að fara í það að taka þættina eingöngu á Canon og stilla okkur svona inn á það hvernig var best að nota það í þessum svona raunveruleika þætti eins og nýtt útlit er. Já, sko við styttum tökutímann einn dag, en samt við skutum miklu meira efni. Og með skaupið núna í ár, þá áttum við ykkur 15 mínútur sem við gátum sko bara hent af klipptu efni. Sem að sko, í skaupinu fyrra áttum við kannski, vorum við miklu svona, nýttum við miklu meira því, höfðum minna val hvað það er inn og hvað það er ekki inni. Og það er kannski þessi hvað hún er lipur í framleiðslu og hvað við náðum miklu en haldið gæðum. Það er oft sagt í kvikmyndaheiminum að það er alltaf verið að reyna að ná 3 elementum saman. Það sé hraði, gæði og peningum. Og það er mjög erfitt að ná öllum sem 3 atriðum í einu og sem segja sér ekki hægt sko. En það sem þessar vélar að mörgu leyti gera, að þær hjálpa mann að nálgast það að geta unnið hlutina hratt, geta unnið á vel og á budgeti. Og það sem við erum að berja svolítið mikið við í þessu litla samfélagi sem við erum í, það er þessi lágu budget og litli peningar sem eru til skiptana. Og það sem þessar vélar gera er að þær halda svolítið, eru með ásættanleg gæði, að þá virðist heildarmyndin vera dýrari en kannski raunin er. Og það er oft tricksið.